Komið þið sæl. Það er búið að vera frekar aðgerðalítið veður hjá okkur í dag. Það er minnkandi norðanátt og skýjað fyrir norðan en hér syðra hefur verið bjart og fallegt veður og er bara hið besta veður svona miðað við að það sé að nálgast miðjan ágúst. En við sjáum hér á stóra Eiðiskortinu hæð hér suður af Hvarfi á Grænlandi og svo hérna lægðir sem eru langt frá okkur og hafa engin áhrif á þróunina hjá okkur næstu daga, en hins vegar sjáum við þessar tvær lægðir hérna sem eru að nálgast Grænland, vestan við Grænland. Þær munu koma yfir jökulinn þegar líður á og hafa áhrif hér sérstaklega á föstudag og síðan og yfir helgina má segja, en með þessu þá fylgir talsvert mikið af hlýju lofti sem við sjáum síðan koma hérna upp þegar það líður á morgundaginn, en það hefur hins vegar engin og er algjörlega óskylt þeim hita sem hefur verið í Evrópu, en það er hins vegar alveg álíka hlýtt, en því fylgir hins vegar talsvert mikill raki sem er hins vegar frábrugðið því sem er yfir Evrópu, að það er mun þurrara loft, þannig að það verður nú frekar þungt og töluverð væta svona inn á milli hjá okkur allavega núna, bæði föstudag, laugardag og það líklega er nú sunnudagurinn svona þurrastur af þessum dögum sem við fáum þarna helgina. En þróunin hins vegar hjá okkur í kvöld, nótt og í fyrramálið er að það er eiginlega, það styttir upp þá alveg fyrir norðan og það er ágætt veður, svo þegar það kemur að svona undir morgun þá kemur þessi litli bakki hérna sem strýkur norðurströndina. Það fylgir þessu ekki mikil úrkoma en ofurlítil og það bætir heldur í vindinn, svona vestlæg átt 5-10 og upp í kannski 13 metra sem hvassast verður. Hitastigið á morgun, það verður svona á pari við það sem hefur verið undanfarið, upp í svona 17-18 stig, líklega hlýjast hérna á svona staðbundi á Suðausturlandi og jafnvel á Héraði líka og Austfjörðum, en kannski ekki nema 8, 9, 10 gráður svona fyrir norðan þar sem úrkoman verður, og þróunin síðan í framhaldinu af því yfir til föstudags er að það er í raun þetta hérna hverfur hér austur af annað kvöld, en svo þegar líður á aðfaranótt föstudags að þá kemur þessi bakki hérna upp að með rigningu vestanvert landið og Suðurland. Aðrir landshlutar ættu nú að sleppa nokkuð vel frá þessu. Strekkingsvindur með þessu líka. Þetta er svona það hvessir yfirleitt í þessu litlu skilabökkum sem koma. Þannig að hádegi á föstudag að þá geti staðan verið þessu lík. Svona upp í 18-19 gráður. Það er spurning hvort að ná í 20 gráðunum á Héraði á föstudaginn. En við hins vegar liggjum inn í mildara lofti eins og við sáum var á leiðinni til okkar þegar hér er komið sögu. Þannig að við erum í svona 12-13 stigum og einhverjum sutta, þannig að það er nú tiltölulega hlýtt loft. Hins vegar sjáum við hérna líka við suðvesturströndina að það er svona, kemur svona þurr, svona rauf í þetta, þannig að það er svona, það bendir til þess að það gæti stytt upp þegar skilin fara hjá hérna tíma á föstudaginn, en síðan sjáum við hér þegar við lítum á framhaldið að þetta mun ekki endast mjög lengi, þannig að þá kemur úrkomubakki bara aftur yfir þegar kemur að kvöldi og verður þá úrkoma fram eftir laugadegi og síðan þorna líklega upp aftur svona undir hádegi á laugardag. Og þannig getur staðan verið þá á laugardag að það er áfram bjart og fínasta veður og býsna hlýtt eins og á Egilsstöðum. Við erum í tiltölulega mildara, svalara lofti hérna vestan til fyrirgefiði, en hins vegar verður svona frekar úrkomu samt nema þá ef þetta hittir á. Þarna er nú greinilega smá villa, hér á að vera laugardagur en ekki föstudagur. Þannig að, en á sunnudaginn hins vegar þá er ennþá þessi svona suðlæga, suðvestlæga átt yfir landinu, það er áfram væta á köflum, en við svona sleppum líklega nokkuð vel hérna á suðvestanverðlandinu og enn fyrir norðan og austan hins vegar er fínasta veður, þannig að það er þá einkum Vesturland og Breiðafjörður, Vestfirðir og eitthvað inn á norðvesturhorni sem gæti náð í einhverja dropa. Nú, ef við lítum þá yfir til Evrópu þá er ennþá skúraleiðingar í Skandinavíu, minnkandi úrkoma og aðeins lækkandi hiti á Bretlandseyjum, en hlýtt eftir því sem sunnar dregur. Það er hins vegar orðið það hlýtt að það er til dæmis rauði viðvörun víða á Balkanskaga, en annars er þetta gular eða appelsínugula viðvaranir víðast hvar og það er nokkuð sólríkt. Það er þó einna helst að einhverja fjallaskúrir í þessum fjallgörðum sem eru hérna og Íberíuskaginn er sólríkur og hlýr, yfir 40 gráður á suðvestur Spáni til dæmis. Nú á Kanarí er norðanátt og hlýtt og almennt frekar bjart veður, þannig að það er svona búið að vera á undanförnu og verður líklega bara áfram næstu daga í það minnsta. Og í Ameríku eru þessi skil óðum að fara hér austur af og þá fer nú að létta til aftur hérna á austurströndinni, búið að vera frekar úrkomusamt hér
en annars býsna bjart og hlýtt nokkuð víða en svona að byrja lægðagangur hérna yfir Klettafjöllin hérna allara nyrst, bæði þá í Alaska og síðan yfir í Norður Kanada. En við skulum láta þetta gott heita í kvöld, verið þið sæl.